Forsætisráðherra vill að regluverk innlendra lífeyrissjóða verði liðkað til að þeir geti fjárfest meira í sprotafyrirtækjum en þeir gera nú. Erlend fjármagn hafi sína galla og svipi til erlendrar skuldsetningar. Í mörgum tilvikum sé betra að fjárfestingin sé innlend. Samtök iðnaðarins hafa áhyggjur af því að æ fleiri fyrirtæki neyðist til að flytja úr landi vegna gjaldeyrishafta, skorts á erlendri fjárfestingu og slakra lífskjara á Íslandi. Formaður samtakanna gagnrýndi á dögunum framgöngu ríkisstjórnarinnar í málefnum fyrirtækja. Já, við höfum áhyggjur af því að það hefur ekki verið mótunin framtíðarsýn, hvorki fyrir fólk eða fyrirtæki. Það engin áform sýnileg að aflétta gjaldeyrishöftum. Þannig að við sjáum ekki fyrir endan á því ástandi sem er. Við höfum svo sem heyrt þessar áhyggjur núna í 4-5 ár eða frá því að höftin voru sett á. Og það alveg eðlilegt að slík samtök lýsi reglulega slíkum áhyggjum og reyni að halda mönnum við efnið. Sigmundur segir að ríkisstjórn sín hafi frá upphafi unnið markvisst að því að skapa aðstæður sem leyfi afnám hafta. Stjórnvöld ráði þessu þó ekki ein og menn þurfi að vinna saman til að það verði gerlegt. Sigmundur tekur undir að bæta þurfi aðstæður fyrirtækja hér og auka fjárfestingu. Það ekki skortur á fjármagni, það til staðar. En það skortir verulega á það að þeir sem að ráða yfir því, meðal annars lífeyrissjóðirnir, fjárfesti í nýsköpun, í þróun nýrra fyrirtækja. Og þessu þarf að breyta. Það þarf að gera fólki með góðar hugmyndir, nýjar hugmyndir hvernig megi hefja verðmætasköpun, kleift að ráðast í þá framkvæmd. Og þar þurfa stjórnvöld kannski að koma að með því að liðka fyrir hvað varðar regluverkið sem lífeyrissjóðirnir starfa eftir. En þeir þurfa líka sjálfur að vera tilbúnir að dreifa áhættunni og taka þátt í nýrri verðmætasköpun. Það ekki utanaðkomandi fjármagn. Við erum þá ennþá að hræra í sama pottinum hér innanlands. Ekki nauðsynlegt að fá fjármagnu utan? Já, erlend fjárfesting í bland við innlenda þetta æskileg. En erlend fjárfesting hefur þó ákveðin galla umfram innlenda fjárfestingu sem sá að hún í eðli sínu lík erlendri lántöku. Því að erlendur fjárfestir sem að fjárfestir í öðru landi ætlar eðlilega að ná meiru út með vöxtum heldur hann að setja inn. Sem sagt, þetta í eðli sínu eins og erlend lántaka og Ísland skuldar töluvert í erlendri mynt. Svoleiðis að þegar að möguleiki á fjármagna nýsköpun innanlands. Ég tala nú ekki nýsköpun á sviði útflutnings. Þá það besti kosturinn. Þú ert að segja að það sé betra að innlendir fjárfesti fyrirtækjunum heldur en erlendir? Þegar að það möguleiki, í sumum tilvikum þurfa menn á til dæmis þekkingu að halda frá erlendum fjárfestum, að þeir komi inn ekki bara með fjármagnið, heldur líka með starfsaðferðir eða þekkingu sem að nýtist. En það sem að vantar fyrst og fremst fjármagn til þess að borga fólki laun, svo þess að það geti unnið sína vinnu, þar þetta æskilegra að svo fjármögnun verði til innanlands heldur en að menn séu að flytja inn fjármagn sem að síðan streymir í meira mæli út á undan. Buddy, can you spare a dime? Buddy, can you spare